Já, góðan daginn, ráðherrar, þingmenn og aðrir þinggestir. Ég tók við sem forstjóri í Marel eftir 8 ár sem stjórnarformaður í nóvember. Ég fékk nú spurningar áðan hvort þetta væri nú ekki busy og svo framvegis, en fyrst og fremst þetta skemmtilegt og miklu skemmtilegra en ég hélt. Það mjög gaman að koma nálægt þessu frábæra starfsfólki, sumir hverjir hafa unnið þarna í 15, 20, 25 ár. Það þó einkennilegt að sjá það að ekki einkennilegt heldur, mjög skemmtilegt að sjá það að hluthafahópur Marel, hann endurspeglar svolítið líka starfsmennina og það eru hluthafar þarna sem hafa verið frá 91 í félaginu og sennilega ástæðan fyrir að hafa verið síðan 91 í félaginu að það gafst ekki kostur á að kaupa hlut fyrir en það fór á markað 92 og komst inn í það cirka þá. En það sem gerir okkur svolítið hreykinn og svolítið mikið meira en svolítið hreykinn í Marel að Marel í rauninni okkar kjarnabusiness sjálfbærni. Sustainability tískuorð almennt núna í business en Marel var upphaflega stofnað til að auka framleiðni og nýtingu í íslenskum sjávarútvegi. Í dag hefur okkar business model breyst örlítið og við hefur bæst nýta orku og vatn betur. Sérstaklega á nýmörkuðum þetta mjög mikilvægt atriði. Við erum að tryggja upprunamerkingu í matvælum og það eftir allt sem gerðist á síðasta ári, hrossakjötsfárið, kjúklingafár og þess háttar, verður þetta mikilvægari punktur. Það sem við erum að gera til dæmis með sensortækninni, við erum að tryggja öryggi í matvælum og hver vill ekki tryggja það sé ekki bein í kjúklingarnugget sem börnin okkar að borða. Og svo það síðasti punkturinn sem fær alltaf meira og meira athygli líka að það næringainnihald í matnum. Það staðreynd að við viljum hafa convenience food eða skyndimat og það jafnvel enn mikilvægara til að auka næringainnihald það sem almenningur að borða, að við náum upp næringainnihaldinu á skyndiréttunum. Auðvitað verður svo markaðar áfram með hágæða vöru og við erum í laxi, við erum í fiski og þess háttar, en það líka mikilvægt í það sem fjöldinn allur að borða mest að við náum upp næringainnihaldið. Ég ætla að fara svona lið fyrir lið, en almennt að því sprotarnir eru með líka hugleikinn. Þegar menn að stofna fyrirtæki þá yfirleitt fæðist hugmynd. En það þarf að koma hugmyndinni inn í eitthvað sem einstakt eða unique eins og kallað á ensku. Það þarf að sinna þörfum viðskiptavinanna. Það þarf ekki endilega að vera definite þörf, það þarf annarkvort að vera þörf eða langanir viðskiptavinnar sem menn þurfa að sinna. En það þarf líka að markaðssetja og til að markaðssetja vöru þá þurfum við að hafa starfsfólk, við þurfum aðgang að fjármagni og við þurfum helst að hafa stöðugleika líka. Ef við lítum yfir sögu Marel sem stofnað í Háskóla Íslands verður til hugmynd og hugmyndin hvernig aukum við framleiðni og nýtingu í íslensku sjávarútvegi. 1983 verður þetta fyrirtæki og utanum fyrstu stöðlegu vöruna sem var sjóvogin. En það útrásin hefst hins vegar nánast strax, 1985, 2 árum seinna. Og þetta nefnilega mjög mikilvægur punktur og staldra hans við. Hvernig fara sprotafyrirtæki í dag að opna söluskrifstofur erlendis? Þau þurfa að fara í langt ferli, í umsóknarferli undanþágur frá gjaldeyrishöftum. Og eins og þið vitið, í viðskiptum förum við ekkert án viðskiptavinar. Þannig að þetta eitt brýnasta verkefnið í afnámi hafta að gera nýjum sprotum kleift að fjárfesta erlendis. Marel skráð 92 og Marel hefur alltaf verið opið drauma sína, hvert það stefnir, en það þarf að fá fjármagn og þetta hefur vaxið mjög hratt
og síðustu árin höfum við fimmfaldast og eru núna rétt rúmlega 100 milljarðar í veltu í 32 löndum. Vindum okkur almennt í hvernig umhverfið lítur út og af hverju við þurfum að vera alþjóðleg. Í dag eru 300.000 manns eða 330.000 manns virki neytendur á Íslandi. Markaðurinn mun vissulega stækka, en 2030 verða sirka 400.000 manns samkvæmt nýjustu spám á Íslandi. Í heiminum í dag búa 7 milljarðar manna. Virki neytendur eru 2 milljarðar. Hver skilgreiningin á virku neytanda? Virku neytandi sá sem hefur sirka $10 til umræða á dag. Og hvað gerir sá sem fer úr $2 í $10? Hann byrjar að kaupa húsnæði, svo kaupir hann mat og svo fer hann smá saman upp neyslustigann, heilbrigðiskerfi, menntakerfi, næst og svo koll á kolli. Það sem áhugaverðast að 2030, 2040, 50, ekki vita nákvæmlega, verða 5 milljarðar manna virki neytendur. Og þetta gríðarlega stækkun á markaðssvæðinu. 60% af jarðarbúum verða virki neytendur samanborið við 30% í dag. En það þarf líka að vita hvar þetta verður. Evrópa, Rússland og Bandaríkin samanlagt, örlítil stækkun í Bandaríkjunum og samdráttur annars staðar, verður engin fjölgun á virku neytendum. Það sem þó athyglisverðasta að líka aldurssamsetningin að breytast. Ísland í sérstöðu með unga þjóð en hin löndin að eldast. Það hins vegar mikil aukning í Asíu og Suður-Ameríku, Afríku, Miðausturlöndum. Þar verða nýjir neytendur. Kalla middle class en við í viðskiptum viljum kalla þetta virka neytendur. Marel hefur vaxið hratt síðan 83 og erlenda skrifstofan. Tökum yfir Carnitech 97 Marel, fyrsta stóra íslenska yfirtakan, útrásin hefst af krafti eftir opnun skrifstofu, Kanada, Rússlandi og svo framvegis. Og verðum svo leiðandi í kjöti, kjúklingi og fiski með yfirtökun og stork. Síðustu ár hafa verið erfið í Bandaríkjunum og Evrópu en enga síður hefur Marel tekist að vaxa 4% á ári að meðaltali síðustu 5 árin. Ég ætlaði hins vegar frekara heldur en að flytja sögu Marel að sýna ykkur vídeó sem fer yfir söguna. Nú kannski fókusin okkar að færast örlítið úr þessum gríðamikla vexti yfir og mikilvæg uppbyggingu. Þið munið sjá hvað við höfum góðan grunn til að byggja á. Yfir í blöndu af hóflegum vexti og aukinni verðmætasköpun. Ef við förum aðeins í hvað til að summera upp hvað við höfum verið að tala í dag. Alþjóðageirinn vegur 12% af landsframleiðslu í dag á Íslandi og við höfum sagt að það ekki tími fyrir skyndilausnir. Þannig að ef við setjum okkur raunhæft markmið og við erum að tala 16 ár, það ekki einu sinni ein kynslóð, tökum skref fyrir skref, ákveðin skref eins og Sven frá McKinsey hefur talað þá ekkert óraunhæft að við náum dönum. Og það ekkert verra að þessi pínulítið keppni í þessu útflutningsgeirinn nái 18% vergri landsframleiðslu. Það myndi tryggja 3,5% hagvöxt. Og þetta teljum við lykillinn að varanlegum hagvexti. Ímyndið ykkur öll flottu fyrirtækin sem eru til á Norðurlöndum. Þetta Lego, Hennesson Moritz, Ericsson, Volvo, you name it. Við höfum verið 20-30 ár í þessum háteknígeira og við munum ná þessu skref fyrir skref. Það hins vegar hindranir og við erum í flokki þeirra þjóða sem með mestu aðgangshindranir í fjárfestingu. Það að sjálfsögðu sjávarútvegurinn og orkugeirinn og það mismunandi viðhorf til þess hvort við eigum að opna þar fyrir fjárfestingu en látum það vera. Það þessi almennu gjaldeyrishöft sem mikið til trafala
Og það sem gerist ef við lendum á svona lista að þeir sem þekkja fjárfestingabransa, að þrátt fyrir að þessi vilji hjá mannskap sem við erum að tala við að fjárfesta, þá fer þetta aldrei í gegnum fjárfestingarnefndir eða kreditnefndir. Við erum einfaldlega á lista sem ekki fýsilegur til fjárfestinga og þetta það sem grafalvarlegt varðandi framtíðina, þó svo að við Íslendingar standa mjög vel. Við lendum núna í 13. sæti af mest innovative þjóðum hjá Cornell, INSEAD og könnun sem var að koma út núna. En það verra að allir forward leading indicatorar alvarlegt. Og meðal annars fjárfestingin, það ekki nægilega bein erlend fjárfesting á Íslandi. Og enn verra að við erum ekkert að fjárfesta erlendis í markaðssetningu í okkar fyrirtækjum, fyrir utan þau fyrirtæki Marel Össur og þau sem hafa undanþágur frá gjaldeyrishöftunum. Það líka annað, ef við horfum fram á veginn, sem grafalvarlegt og það framleiðnin í skólum okkar. Við erum að útskrifast 20 ára úr menntaskóla og við erum að útskrifast 28 ára úr háskóla. Við erum yfirvigtuð í viðskiptafræðingum, ég viðskiptafræðingur og hagfræðingur, en við erum yfirvigtuð í viðskiptafræðingum, hagfræðingum og félagsvísindum og 30–40% undirvigtuð í tæknigeirum og verkfræði, ef við berum okkur saman við Norðurlöndin. En bara að lokum, það fyrir að styttast í aðra parta hérna, að ef við náum þessu markmiði, þá fer rannsókn og þróun einkageirans úr 25 milljörðum á ári í 40 milljarða. Og við sköpum cirka 15.000 hálaunastörf. Og það ekki bara fyrir fyrirtækin, heldur það þjóðfélagið allt sem nýtur góðst af því. Það einstaklingar, ríkissjóður, menntakerfið og svo framvegis. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra, stutt og vindum okkur væntanlega í pallborð.